Góðir gestir, velkomin í Bókasmygl og í dag ætlum við að hafa dálítið öðruvísi þátt. Við fengum til okkar rithöfund, Björn Halldórsson, og ætlum svona aðeins að skyggnast inn í vinnuferlið, bara hvernig verður bók til og svona frá til að til öð. Og ég með fyrri bók Björns hérna við hendina, Smáglæpir, og ég veit ekki hversu vel að sést, en hérna hann sko í einhvers konar vinnustofu og ábúðafullur á svipinn eins og rithöfunda siður á rithöfundamyndum. Þannig að já, og Björn hérna hjá okkur og kannski bara svona áður en við förum yfir í þín skrif. Hvað ertu búin að vera að lesa núna undanfarið? Ég búin að vera að vinna mig í gegnum bækurnar hennar Elizabeth Strout. Ég tók alla sem hægt að fá flestur á bókasafninu. My Name is Lucy Barton og fleiri. O. Williams, svo nýjasta komur svona á sporið. En svo reyndar í fyrra kvöld, þá var ég bara langaði mig í eitthvað svona algjört comfort reading, þannig að þá fór ég og byrjaði að endurlesa í, ég veit ekki hvaða sinn, gömlu Raymond Chandler safnið mitt. Bara svona, mér finnst alltaf gaman að detta í hann á og til þegar mér langar eitthvað sem ég bara veit að ég hef ánægja af, þótt ég hafi lesið hann svona okkur sinnum. En já, þetta var náttúrulega pínu trikk spurning út af því að framhaldið kemur eiginlega sko, er lesturinn líka hluti af vinnunni stundum, eða kannski alltaf? Alltaf í mínu tilfelli. Ég heyri stundum höfundar sem tala það að þau lesi ekki á meðan þau eru að skrifa eða svona djúpt í viðjum bókar því að þau séu hrædd að smítast, að það eitthvað fara að smítast inn í bókina. En fyrir mér hefur það alltaf verið, smítið er bara rosalega mikilvægur hluti af ferlinu og ég er mjög óhræddur við það að leyfa því sem ég er að lesa, svona leiða mig áfram í vinnuferlinu og hafa áhrif. Það er náttúrulega vit fyrir að halda að þú getur skrifað í einhverju tómarúmi. Og hvernig vinnur það, hvernig vinnur rannsóknarvinnuna? Er það bara svona, ertu tilraunakenndur eða ertu að lesa eitthvað tengt því sem þú ert að skrifa eða kannski bara beggja blands? Ég reyni nú oft að velja útbúa einhvers konar svona leslista þegar eitthvað sem eldist við kannski þau þemu, en náttúrulega það að skrifa bækur allavega í mínu tilfelli snýst rosalega mikið að reyna að gera hluti sem þú kannt ekki að gera. Það er einhvern veginn, þetta verður allt mjög boring og erfiðara á margan hátt þegar þú veist hvað þú ert að gera. Svo ég reyni yfirleitt að samka að mér bókum sem hafa tekist að gera það sem ég svona stefni á kannski í næsta verkefni, bókum sem hafa tekist að gera það betur en ég hef nokkra vonum að gera það í rauninni. Og leyfa því svona að leiða mig svolítið áfram, en það er ekkert svona einhverja sérstakar bækur endilega. Ég er ekki kannski endilega höfundur sem er mikið að vinna í sagnfræðilegu samhengi. Ég hef mestan áhuga bara á nútímanum, þannig að vinnuferli fyrir mér er voðalega opið. Það tínir til bæði skáldsögur og höfunda og svona tæknilega atriði varðandi það, en líka oft þarf ég að fræðast ýmislegt efni eins og fyrir Stól, nýjustu skáldsöguna mína sem kom út í fyrra. Ég þekki íslenska lesendur og veit að ef það er eitthvað sem þeir eru minna til að fyrirgefa þeir heldur en málfræðivillur, þá er það landafræðivillur. Þannig að fyrir þá bók sem gerist á þjóðveginum og á Suðurlandi og á hálendinu aðeins, þá lá ég alveg yfir bæði sko kortabókum og sérstaklega gömlum ferðafélagsbókum. Og það hjálpuðu rosalega mikið á endu að hafa í rauninu miklu stærri og meiri áhrif á söguna heldur en ég endilega bjóst við. En ég svo sem elska líka gamlar FÍ, Ferðafélag Íslands handbækur og það eru einn bara uppáhaldslesningi mín. Maður getur alveg gleymt sér í þeim sko. En til þess með Stól sem er svona ferðarsaga meðal annars að þú þið farið þennan rúnt. Fórstu sjálfur þennan rúnt til þess að rannsaka eða varstu bara þekktar hann vel fyrir eða hvernig var það til dæmis? Og svo tökum dæmi, skilurðu. Ég fór í alveg 2 vettvangsferðir. Ég þurfti að fara alla leið inn á Fjallabaksleið syðri og ég fór í 2 eða 3 svona vettvangsferðir til að kynna mér landið hvað best og var þá með
glósubækur og tók mikið af myndum og svona sankaði að mér öllu sem ég gat og las eins og ég segir rosalega mikið svæðið og kom heim og settist niður og reyndi að svona handskrifa bara hálfgerða dagbókarfærslu allt sem þau myndi úr ferðinni og nýttist eitthvað við það. En málið að sko Stål skáldsagan, sem skáldsaga, ég finnst ég alltaf fyrir að taka það mjög skýrt fram, hún byggð samt að einhver leyti á ferðalagi sem ég fór í með föður mínum árið 2013 þegar hann var einmitt að fást var eftir að hann greindist með heilaæxli sem hafði mikil áhrif á svona getu hans til að tala og svona og olli miklu verkstóli. En ég hafði aldrei áhuga á að skrifa ævisögu eða eitthvað álíka eða ævisögulega skáldsögu. Mér fannst ég það rými sem skáldsagan gefur til þess að í rauninni fjalla svona þessa tilfinningaferð að kveðja foreldri og þurfa að svona sleppa taki á kannski ýmsum málum í fortíð ykkar sem að þú held kannski alltaf að þið myndu hafa tíma til þess að vinna úr og svona sætta sig við að þú myndir ekki gera það. Þannig að ferðin sem við fórum í, hún var á Snæfellsnes. Og það var í rauninni bara svona fyrsta atriðið mitt til þess að skrifa þessa sögu var bara að breyta vettvang og fara á Suðurlandið og það í rauninni var það sem gaf mér það frelsi til þess að fylgja öllu hinu eftir. Eftir það var þetta ekki lengur eitthvað sem gerðist fyrir mig og ég gat, búið til persónurnar og búið til aðstæðunar og breytt í rauninni bara öllu. Þannig að þetta hafði, það kannski þeir sem eru nánir mér kannast kannski við eitthvað þarna í bókinni en þetta engu að síður þessar persónur eru hvorki ég né faðir minn og það engin persóna sem beint byggð á neinum alvöru manneskjum í bókinni held ég. Þannig að með þið persónulega, þannig að þú notar það kannski fyrst og fremst sem upphafspunkt en kannski ferð svo allt annað með það. Maður náttúrulega alltaf út allt í bókunum sínum. Það alveg sama hvað maður reynir að þykist að þetta séu skáldaðar persónur. Það maður alltaf einhvers staðar en það kannski algengur misskilningur að höfundar séu einhver ein tiltekin persóna í bókinni. Ég held að höfundarnir yfirleitt eru í þeim öllum. Það svona smá bútur á manni í hverri einni og þeirri einustu. En maður reynir náttúrulega að í rauninni veit ekki hvort það rétt að kalla það persónulega eða bara, upplifanir manns og ævi í rauninni, sem bara það sem hefur haft áhrif á manni. Ég hef oft sagt að eitt af gagnlegasta sem maður getur haft sem höfundur að hafa unnið mikið af vinnum í rauninni, hafa pröfað hitt og þetta og verið á mörgum vinnustöðum af því það einhvern veginn svo æðislegur staður til þess að kynnast fólki og fólki sem kannski öðruvísi en þú og hefur áhrif alveg sem það oft fólk sem fylgir þér alveg alla ævi sem bara einhverja mannesku sem þú vannst með á dekkjaverkstæði einu sinni, skilur við. Það kannski það kannski ástæðan fyrir að Íslendingar eru svona mikið að skrifa. Þeir eru á svo mörgum vinnustöðum og það bara jafnvel fyrir tvítugt, sko. Það sakar allavega ekki. Það eru þó sankar að þér fólki og sankar að maður þarf að vera einhvern veginn svona opinn svolítið og höfundar geta náttúrulega verið hálfgerðar hræætur sko á upplifanir og tilfinningar annara. Já, heimilt. En ég veit svo sem ekki af hverju Íslendingar eru svona mikið að skrifa, þau séu ekki bara svona drjúg með okkur, þau finnst við að vera með einhverja sögur. En hvernig byrjaði á þér? Hvernig kom bakterían? Ég náttúrulega átti svolítið svona sérstakt ferli. Ég gat aldrei ímyndað mér það að verða rithöfundur. Ég elskaði alltaf bækur, elskaði alltaf að lesa bækur og las ógrynni, gerði alltaf neitt annað. Einn helstu minningar mínar úr æsku að ég var alltaf bara að reyna að fá þér í friði, svo ég geti verið bara að lesa bækur. En ég einhvern veginn tengdi aldrei við þetta stökkskilur. Þetta var eitthvað þetta var einhvern veginn alltaf stórt dæmi að segjast vilja vera rithöfundur. Ég þekkti enga rithöfunda, ég þekkti engan sem var að skrifa, þannig ég gat bara ekki ímyndað mér hvernig manneskja færi að því að setjast niður og skrifa heila sögu.
Og það í rauninni fylgdi mér bara svona alveg langt sko fram yfir 20 í rauninni. Og ég var samt alltaf með þennan svona draum að skrifa held ég einhvers staðar, en ég var bara hvorki tilbúin að viðurkenna hann fyrir öðrum né fyrir sjálfum mér. Og það var varla fyrir en ég sem sagt í háskólanáminu mínu í Englandi. Ég sem sagt er óútskrifaður úr Háskóla Íslands. Ég tók af einhverjum ástæðum BA-námið mitt í Englandi og síðan meistaranámið mitt í Glasgow. Þannig mér líður alltaf eins og ég alltaf að villast ef ég þarf að fara inn á HÍ, ég veit aldrei hvað neitt er. En þar komst ég í einn ritlistaráfanga og svona loksins hert upp hugan og það var alveg leið mjög mikið frelsi og ég fann alveg strax að þetta var eitthvað sem svona heyrði undir mig, en það sem það gerði samt að verkum var það, ég var alltaf að skrifa á enskum málsvæðum, þannig ég var alltaf að skrifa á ensku þegar meðan ég var úti í Norwich í Englandi og síðan í Glasgow þar sem ég fór í meistaragráðu í ritlist seinna. Og ég er svona búin að hugsa það eftir á og ég átta mig meira á, það var ekki eitthvað svona þetta klassíska sem oft slegið að Íslendingar, maður hafi eitthvað verið að reyna að meika það úti eða gera eitthvað, þú veist, úti eða eitthvað. Það var bara það, ég bara treysti mér ekki í íslensku á einhvern svona rosalega furðulegan hátt og það var bara að ég treysti mér ekki til að skrifa illa á íslensku og til þess að skrifa, þá þarftu að skrifa illa mjög lengi, það er bara mjög mikill hluti að því að læra að skrifa er að bara þjösnast í gegnum það að skrifa illa en enskan var einhvern veginn, hann var svo þetta er náttúrulega algjör Heiguls leið sko, en þar gat ég skrifaði eins illa og ég vildi, eins lengi og ég vildi og þurfti í rauninni ekki að sýna neinum þannig með einhverjum Bretum og var ekkert að gera það hérna heima, en svo þannig að það var svolítið stórt skref fyrir mig þegar ég síðan áttaði mig á því að það að skrifa á ensku, það var bara eitthvað svona comfort zone sko. Það voru engar áhættur þar, það var ekkert, og þar að leiðandi voru afköstin bara ekki nógu sterk, þannig að ég þurfti það var svona flókið ferli þegar ég þurfti að læra upp á nýtt að skrifa á íslensku og skrifa skáldskap í fyrsta sinn á íslensku þegar ég kom heim úr náminu. Og breyttust umfjöldunarefnið? Varstu að skrifa aðra hluti? Eða varstu að sækja að skrifa aðra hluti þegar þú varstu að skrifa ensku? Nei, ég held ég hafi alltaf skrifað nokkurn veginn að sama. Einu munurinn var að þegar ég var að skrifa ensku þá var ég svona að reyna að þykjast of mikið að hlutirnir væru að gerast í Bretlandi sem þeir bara voru ekkert, þeir voru bara að gerast í Reykjavík í einhverjum úthverfum eða í, þú veist, gamla kirkjugarðinum eða eitthvað líka, nema ég var alltaf ég stal öllum götunöfnunum úr skáldsögum Jane Austen sem ég hafði lesið allar sko, þannig að þú veist, götunar hétu Mansfield Road og eitthvað Pemberley, allt svona bara því að ég, þú veist, vantaði bara eitthvað svona sem hljómaði eins og götunöfnin í bæjunum sem ég bjó í þegar ég var þar í Englandi og í Skotlandi og þetta var alltaf bara grímuleikur, ég var alltaf að þykjast, þannig að það var í rauninni það var bara eins og hlutirnir svona duttu allir í almennilegan fókus þegar ég kom heim og byrjaði loksins að skrifa á íslensku íslenskt fólk og íslenskan veruleika. Þá fann ég strax að það var bara svona atriði sem ég hafði alltaf verið þarna undir en ég hafði alltaf verið að reyna að flýja frá og fela mig fyrir. Já, þetta minnir mig á ég var einmitt ritlisnámi í Southampton Englandi og það var, ég man svo sterkt eftir því að það var einsaga sem að byrjar á svona, þú veist það sem ég hugsaði sem Ísland en gat verið hvað sem er og svo fer hún til Albaníu og þá var svona panikinn að Albaníu að vera í svona hið exotíski staður og byrjunin væri bara svona óexotísk og kennarinn var alltaf bara, heyrðu, af hverju nefnir ekki fyrirstæðin? Og ég fann svo hún vildi hið exotíska Ísland og ég bara, þetta er ekki svo saga. Nei. Það getur verið mjög, já, sorry. Og þannig að það er kannski svona pínulíka spurning þegar þú ert í ritlistanámi úti, sko, bara varðandi kennarinn, fannstu þú veist, ef þú veist að sögur sem gerist á Íslandi, var það eitthvað sem þeir voru að tengja við eða, þú veist, voru þeir að beina þér þar áttir sem að þú vildi fara eða hvernig á það? Ég var með mjög góða
kennara sem voru í rauninni, þau komist aldrei svo orði að ég ætti að, þú veist, staðsetja hlutina þarna eða hér, en þau voru alltaf, þau létu mig bara svona finna mig fyrir því og bentu mér á það var eitthvað svona, það voru einhver áhrif sem bara vantaði. Það var einhver svona styrkleiki í höfundaréttinni, eitthvað, þú veist, þú þarft að vera, þú veist, röddin sem leiði sögurnar áfram þarf að vera nægilega sterk til þess að þú treystir henni, og það var bara eitthvað sem vantaði þegar ég var á ensku. Það var bara of mikill þykjustuleikur. Og það var kannski meira áherslurnar sem þau lögðu á mig og lögðu á okkur. Það var náttúrulega að reyna að rækta, sko, að vera og sjálfgagnrýnin til þess að geta fundið fyrir því þegar það einhver veikleiki í textanum, geta elst við þann veikleika eftir bestu getu og geta nýtt sér hjálp annara, samnemendur okkar sem vorum að lesa saman til þess að í rauninni bara svona finna þessa veikleika og svona vinna úr þeim og takast á við það. Og hjá mér var þetta bara einn af svona megin veikleikum textans minns, að bækurnar voru í einhverju algjöri, eða sögurnar náttúrulega, ég var náttúrulega bara að gera smásögur þá, voru í algjöri staðleysu. Þær voru hvorki á Íslandi né í Englandi, og þær voru, þú veist, ekki skrifaðar á breskri ensku almennilega og ekki bandarískri ensku, og ég vissum að fyrir einhverja annan höfund þá hefði þetta getið verið rosalega flottur, sko, styrkleiki til þess að svona framandgera umhverfið og vinna með það. Það var einhvern veginn ekki það sem lá fyrir mér eða það sem ég stemdi á. Ég hef alltaf haft rosalega mikinn áhuga á bara svona venjulegu fólki og svona þeirra venjulegu tragedíum. En þetta voru í rauninni sögurnar sem, ég held ég alla nema ein, það var ein sem var skrifuð á Íslandi eftir ég kom heim, en þetta eru sögurnar sem rötuðu síðan í smáglæpi sem þú heldur á þarna. Það voru upphaflega skrifaðar á ensku og voru hluti af lokamöppinu minni úti í Skotlandi, og þá var ég náttúrulega búin að gera eins mikið við þær og ég mögulega gat gert við þær á ensku. Þú veist, ég var búin að leggja þær fyrir ritlistarhópinn minn og ég var búin að alveg fæja þær og pússa þær og gera þær alveg hárfínar að mér fannst. Og hluti af ferlinu þegar ég skrifaði þær á ensku var að ég tók öll handritin og ég bara svona handskrifaði þau upp á nýtt, bara í einhverja glósubók á íslensku með bara penna og þú veist, bætti inn og lagaði og hagrætti og bara bjó í rauninni til fyrstu uppkast að öllum þessum sögum sem ég fór síðan aftur í þá vinnu að þróa áfram og skerpa á eins og maður þarf að gera með mikið af góðri hjálp frá íslenskum lesendum og bæði sem hjálpuðu mér að styrkja tungumálið og sumir hverjir, þannig mjög erfitt yfirleitt að fá íslenska lesendur til þess að beina sér að efnistökum. Við einhvern veginn hjólum alltaf í tungumál, en ég fekk ekki að góða hjálp við það. Ég kann bara við það sem editor, sko, að þegar maður að reysir ykkur að það einhvern veginn erfitt að þú veist, einbeita sér að efninu þegar maður bara langar að kroppa í einhvert orðalag, sko. Já. Og maður þarf bara helst bara hafa enga penni hjá sér, bara til þess að þú veist geta lesið og þú veist ignora alla svona tæknilega hnökra, sko, til þess að svona komast nær efninu. Og en bara leið að maður samt gerir það svona, hvað maður segja, ef maður les 3-4 síður án þess að gera þá maður bara komin í söguna og hættir að pæla í, sko, pæla stafsynningu og öðru, sko. Einmitt. En já, kannski svona, hvað fannst þér bara fyrst við tökum aðeins ritlistana sjálfa lengur, hvað fannst þér svona helst græða á því að bara vera í þessu umhverfi á skólanum og svo framvegis? Helst græða, það náttúrulega, það helsta sem þú færð alltaf út úr námi held ég allavega öllu svona listatengdu námi og ég hef heyrt aðra tala svipað sem eru í tónlisti eitthvað, að þú ert í rauninni að kaupa þér tíma. Já. Það er það sem þú ert að borga fyrir með námslánum það sem eftir er að þú færð tíma til þess að skrifa og til þess að einbeita þér að listinni og ert með stuðning fólks í kringu, þú ert innan annað skapandi fólk sem er líka að skrifa og ert með leiðbeinendur og fleira
og það svona þetta helsta, þú færð 1 eða 2 ár þar sem þú ert í rauninni ekki að gera neitt annað helst, þetta, svo koma náttúrulega ýmsar fjölskyldu og peninga áhyggjur ofan á það. En það helsta sem ég fékk kannski að græddi á því var í rauninni að svona komast að átta sig á því að það var enginn að gera þetta einn. Ég held að þetta búið að breytast mjög skarpt hérna á Íslandi, sérstaklega með tilkomu partusar og meðgönguljóða á sínum tíma og það er búin að vera og ritlistadeildarinn náttúrulega hérna heima sem það var akkurat verið að stofna hana þegar ég fór út í mitt ritlistnám. Ég bara vissi það ekki af því ég var alltaf svo út úr kú hérna á Íslandi. Er að það búið að breytast mjög mikið hugmyndin það rithöfundinn sem einhvern svona snilling sem stendur einn upp á hæðinni og fer inn í hellinn og kemur síðan út með fullskapað verk, sko. Það er þessi svona gamla ímynd sem við höfum, við erum út af Laxness og út af öllum okkar snillingum, gömlu. Það var rosa gott í rauninni að uppgöta það að eitthvað hérna Já, það var mjög gott að uppgöta það að í rauninni á baku hverja bók og í baku hvert verk hópur af fólki og að læra að finna það fólk, nýta sér styrkleika þess og leggja fyrir það verkið en líka svona að læra vissa hluti það bæði sko, þú veist, hvenær bókin ekki tilbúin til þess að fá ráðgjöf frá öðrum og hvenær þú átt ekki að hlusta. Það er mjög mikið, eitt af mikilvægasta við allt skrifstarf og ritlistastarf að stundum færðu rosalega góð ráð sem eru alveg bara vel rökstudd og fullkomlega ásættanleg en stundum þarftu bara að segja nei, ég ætla bara að gera þetta nákvæmlega, þetta er mín bók og ég ætla að gera nákvæmlega það sem ég vil við hana og ég ætla ekki að fylgja góðum ráðum. Það er eitthvað sem þú þarft að læra sérstaklega. Já, ég tek kannski undir þetta með hópin einmitt að það sem að sko í ritlistarnámi þú veit alltaf að fólk alltaf að lesa yfir hjá okkur formulega fyrir tíma. Það sem ég fannst ég að græða mest á þannig sem var sko ekki yfirlesturinn sem slíkur heldur bara vera inn í hóp og fólki þannig að bara þú veist þegar fóruð í kaffa þá vissuði hvað hinn var að skrifa og eitthvað annað heldur en bara svona þú veist, höfðu lesið það, þannig að maður var svona einhvern veginn alltaf bara að ræða bara svona casually verkin, sko, sem var svona skemmtilegt bara eftir að, þú veist, verið með í skúfinu og sýnt einum og einum, sko. Já, þetta er náttúrulega mjög svona opinbert þegar þú svona kemur út úr skápnum sem einhver manneska sem að skrifa, það er mjög frelsandi og það er mjög sérstakt þegar þú kemur út úr ritlistanáminu, þegar maður upplifir það líka, sko. Þú ert búin að hafa árið eða 2 það sem þú ert að skrifa og það hafa allir rosalega áhuga á því sem þú ert að skrifa og vilja tala við þig hvað þú ert að skrifa og hvað þau eru að skrifa. Og svo kemur þú svona út úr náminu og þau reynir náttúrulega að halda í þá sem voru með þér í náminu en það allt í einu upp að svona þau upplifir það að já, það er öllum alveg sama. það er ekki þegar þú byrjar að tala það sem þú ert að skrifa og ert að gera skilur og það er já, gott fyrir þig og svo að svona vinna sig í gegnum þann hluta sko og finna þér í rauninni svona hóp af fólki allavega fyrir mig eins og hérna heima ég náttúrulega öfunda oft ritlistakrakkana hérna heima þau svona eru með þetta tengslanett á staðnum en náttúrulega allir sem ég fór í mitt námið eru erlendis þannig að ég er miklu minna sambandi við þau og ég hef þurft að svona mynda mér mitt eigið svona samfélag af rithöfundum hérna heima sem ég vinn með og við hjálpum stað og reynum að svona styðja hvort annað. En svona þegar þú komin úr ritlistarnáminu, hvernig bara að halda sér að verki og finna tíma og búið sér til tíma, hvernig hefur það gengið? Það hefur bara, já það er náttúrulega kannski hitt að sterkast sem þú færð út úr ritlistarnámi bara ægin að þú veist átta sig á því að já það er gaman að hitta fólk og það er gaman að koma saman í hóp og tala saman en þú veist góð 90% af starfi rithöfundar bara að þú veist vera einn í herbergi með eitthvað skjal eða með eitthvað handrit
að djöflast og það ekkert endilega eitthvað spennandi eða skemmtilegt, það bara eins og hver önnur vinna í rauninni. Og að vinna það utan eftir námið, það var náttúrulega bara skipt sköpun fyrir mig að ég hef tekist, ég hef verið svona frekar farsæll með það, ég fekk til dæmis nýræktarstyrkinn 2016 fyrir smáglæpi og það, þú veist, skipti öllu í rauninni að finna leiðir til þess að finna einhverja smá, að því þetta bara, þú veist, það er hræódýrt að skrifa, þú veist, það kostar ekki neitt, að eina sem kostar er bara pappír og penni, tæknilega séð, en það kostar rosalega mikið í tíma og tími bara kostar peninga og þú þarft að spara hann upp og eiga hann og finna það út. Þannig að það breytti mjög miklu fyrir mig þegar jafnvel bara svona lítil upphæð eins og nýræktarstyrkurinn sem tókst ekkert minn að gefa mig bara svona þetta litla andrými sem ég þurfti til þess að skrifa. Og svo líka fluttumst við hjónin erlendis á þeim tíma og það var svona stóra stökkið í rauninni að ég var í Bandaríkjunum þá á svona klassískum spúsuvísa, sko. Mátti ekkert vinna, ég hafði alltaf vinni í bara sölustarfi í bókabúðum og það var svona stóra stökkið mitt yfir í að pröfa að vera frílans og ég meina maður þarf ennþá stundum að reka sig að skrifborðinu og maður þarf að hagræða svona hlutum í fjölskyldulífinu og í vinnulífinu til þess að reyna að láta þetta allt ganga upp og blessu listamannalaunin sem ég hef nú verið nógu lánsamur að fá eins og tvisvar, þú veist, þau hjálpa rosalega en þú þarf líka að hagræða rosalega í kringum þau skilur. Þú þarf alltaf að leita þér einhverju vinnu til þess að sem þú getur svona balansað á móti og oft getur það bara orðið mjög flókið síðan þegar kemur á skattskýrslunum en það er rauninni þetta með en þú svona, ég reyni að fyllast ekki örvæntingu þegar ég hef ekki tíma til að skrifa. Þú veist, það er bara hlutaði. Þú hefur ekkert alltaf tíma til að skrifa og það er í rauninni hálfgerð tímaeyðsla að sitja þarna og núa höndunum og láta það einhvern veginn smita alla samveru með fjölskyldunni eða með, þú veist, allar góðu stundirnar og þú sért alltaf, ég bara sé fólk koma mjög illa út úr því þegar það fer í svo mikla taugaveiklun yfir að það sé ekki að skrifa, það bara smitur út úr sér á allt þeirra líf. Þannig að stundum hef ég ekki tíma til að skrifa og þá reyni ég bara að kannski halda bókinni svolítið vakandi í höfðinu á mér. Stundum það bara markmið að ég opni skjalið og kíkja á það einu svona dag frekar en eitthvað að ég ná að skrifa þetta mörg orð eða annað slíkt og bara svona og reyna að vera svolítið meðvitaður. Ég á svolítið slengt með það, ég get dottið inn í að vera stanslaust að hlusta á hlaðvörp eða eitthvað og þá er undir meðvitundin ekki að fá næðið sem hún þarf til þess að vinna í sína vinnu. Þannig að þegar ég er ekki að skrifa þá reyni ég að halda hugmyndinni svona lifandi þannig að ég svona hugsa hann á hverjum degi jafnvel að sé bara meðan ég sé að labba í vinnuna eða þú veist að fara í sund eða hlusta á tónlist eða guðmávita þá sé ég einhvern veginn svona undir meðvitundin svolítið að gera og svo reyni ég að finna þennan tíma sem ég get sett í hliðar þar sem ég í rauninni sest niður og eyði góðum tíma með handritinu. Fyrir mér er það alltaf morgnana, ég get ekki unnið á kvöldin, ég er svo hræðilega lélegur bóhem, ég get ekki unnið á kvöldin eða næturnar, ég vil bara vera búinn klukkan 5 sko. Og þannig að ég reyna að vakna og helst þegar ég er virkilega góður í rútínu að skrifa, þá reyni ég að vakna og bara fara beint í skjalið. Helst ekki opna síma eða samfélagsmiðla eða neitt annað og ef þú býrð þér til svona frekar svona fasta rútínu með það þá svona þú getur ekki haldið slíkri rútínu gangandi endalaust sko, ekki trúa allir með svona bullshit endurminningum með rithöfunda sem segast, þú veist, gera það sama á hverjum einasta morgni, það eru kjaftæði, ég er alveg viss það. En þú yfirleitt oft getur maður komið sér upp einhverju svona góðri, sterkri rútínu og þá reynir maður að láta hana endast eins lengi og hún gerir og ekki sakast við þig þegar hún síðan, þú veist, dettur í gegn, sko. Ég var einmitt hérna bara svona glugga í þessa aftur, sko, sköpunarsögur. Þetta er bók sem að Pétur Blöndal tók viðtöl við 12 höfunda fyrir 15 ára síðan, sko. Alveg rétt. Og, sko, ég las hann því tíma síðan að byrja að lesa hann aftur, sko. Ekkert veginn að þannig sem þetta ákvað að kíla á þennan þátt. Og
þeir sem ég búin að lesa segja svo sem það sama, þú veist, þetta talnavinna, að þú veist, þess að svona skrif, þú veit alltaf eitthvað að gera, en svona þessi hardcore vinna þess að þú sest niður og skrifar alveg í ykkur rútínu endast sjálfast lengi, sko. Það kannski svona, já, það kannski oft lokaspretturinn hjá mörgum. Og ég held að Guðrún Eva, hún var að tala að, þú veist, lokaspretturinn alltaf svakalegur hjá henni, sko, hún eiginlega bara út úr tauguð eftir eitthvað að 3 tíma svefnlausa vinnutörn. Hefur lent í slíku? Nei, ég hef alltaf verið svona frekar skipulagður og frekar svona byrja snemma á verkefninum, sko. Og það ekki endilega því ég sé eitthvað svona svakalega agaður heldur að ég lifi í stanslausum ótta það sem allt niður mig og sé að fara að missa allt úr höndunum á mér. Af því ég veit að ég mjög lélegur í einhverjum svona massífum síðustu stundu törnum, sko. Ég hef átt marga vini sem voru alveg, sko, þeir blómstruðu í þessu, sko, gátu alveg töfrað út ótrúlegustu hluti á einhverjum 6 klukkustundum, skilur, og það var ferlið þeirra. Og ég hef alltaf verið mjög meðvitaður að það ekki ferlið mitt og ég þarf bara tíma og ég vinn betur með því að í rauninni taka, þú veist, litlar lotur yfir lengri tíma og vinna smátt og smátt og ég get ekkert neitt bókina til þess að vera tilbúin þegar hún ekki tilbúin. Það er eitthvað sem bara á ekki við mig. Ég reyni að búa mér til eitthvað svona áætlun en svo bara, þú veist, ég bara á mér, ég þarf líka bara að geta að heilsunni og að fjölskyldunni og að öllu, sko. Þannig að ég reyni að svona finna þetta meira í harmoníu í kringum það, sko, í rauninni. Og ég tók reyndar eitt svona sprett núna í nóvember. Það var í rauninni kannski fyrst og fremst ég pröfa það fyrir alvöru. Þá fékk ég að vera í Davíðshúsi á Akureyri í viku og skrifaði svona góðan svona fyrsta hluta af handriti sem ég að vinna í núna. Svona kom mér svolítið vel af stað og var þá búin að vinna alveg svona slatta af rannsóknarvinnu og gera miklar tilraunir með raddirnar sem ég var að beita þar, sko. Og fékk síðan þarna tækifæri og þá, þú veist, já, skrifaði ég einhverju, þú veist, 20.000 orð af frumteksta á svona einni viku í einhverjum svona svakalegum lotum. Og ég meina, það var ágætt, það var það sem ég þurfti en það var nú ekki beint skemmtilegt og ég hef ekki, þú veist, það tæmdi svolítið brunninn og ég þurfti svolítið að láta seitla í hann síðan, sko, en þetta að mjakast ágætlega núna, sko, aftur í rauninni. En ef við talum flæðið, þú veist, þegar þú sest niður og byrjar að skrifa, þetta við erum að gera eitthvað áður að koma þér í svona annarkvort rannsóknir eða eitthvað svona eitthvað mental trick til þess að koma þér í gírinn eða sestu bara niður og stillir inn á skáldskapar æðina? Sko, ég hef alltaf öfundar rosalega mikið höfunda sem eru svona miklir planarar, þú veist, sem eru með, þú veist, heilan vegg af post-it miðum og eru búin að, þú veist, vinna alla þessa rannsóknarvinnu. Ég er alltaf svona öfunda það af því að ég yfirleitt veit ekki endilega hvað að fara að gerast þegar ég sest niður. En ég að reyna að finna jafnvægið í því af því að það ekkert frábært að vita aldrei hvað að fara að gerast næst. Það rauninni á það bara til að afvegaleiða þig ansi mikið. En að sama skapi þarf ég, það einhvern veginn tæmir brunninn að plana of mikið fyrir mig. Það þarf að vera einhver óvissa og ég þarf að geta í rauninni tekið skarpar beygjur stundum bara því að sagan kallar á það. Þannig að það ekki heldur gott að vita of mikið að minnsta kosti fyrir mig. En með að komast í flæði þá bara númer 1, 2 og 3 hjá mér í rauninni að byrja ekki daginn. Það að segja ekki byrja að í rauninni byrja að skrifa áður en ég byrja að taka þátt í hversdeginu og í deginum sjálfum. Þannig að ég, eins og ég segi, vinn alltaf á morgnana, byrja alltaf þá og ég reyni helst þá að forgangsraða. Ég er náttúrulega með alls konar annað sem ég þarf að gera til þess að skrapa saman í launaseðil í hverju mánuði. Þannig að ég reyni að forgangsraða skrifunum mínum og ég reyni að bara setja mér þá reglu þegar ég skrifa. Byrja alltaf á þeim, þú veist, ekki taka þátt í deginum fyrir en ég er búin að skrifa smá, ekki opna fjölmiðla eða samfélagsmiðla
eða einu svona kíkja á síman eða í samskiptum neitt, bara rúlla sér fram, eitt kaffibolli og ristabrauð og svo setjast niður og byrja og það hefur hjálpað. Ég talaði einu svona við taugalækni sem ég deildi skrifstofurými með þegar ég var út í Brooklyn að skrifa, hann var líka að vinna í bók sem sagt. Hann var með trikk sem hann gerði sem ég stundum líka prófað, þar sem hann alltaf áður en hann fór í bólið þá kíkti hann rétt aðeins á það sem hann hafði skrifað daginn, bara svona rétt rendi yfir það. Því að hugmyndin hans var að það væri leið til þess að virkja undir meðvitundina fyrir síðan vinnutörnina morgunin og þá væri heilinn að svona vinna á vandamálunum sem fyrir liggja meðan hann svæfi í rauninni og ég pröfa það hefur líka gefist ágætlega. Ég meni, þetta ekki basically sama trikkið að vera að læra á síðustundi fyrir próf og sofa í 4 tíma og dreyma náttúrulega? Jú, að einhverju leyti, þetta svona, það vonin. En svo reyndar get ég bætt í því að þú varst að spyrja flæði að ég beiti tónlist mjög mikið fyrir mig. Já. Og fólk mjög erfitt átt með að skilja það, hvernig ég geti skrifað með tónlistina sem ég noti af því að oftar en ekki það mjög þung, mjög hröð og mjög hávær tónlist. En það rauninni bara, það að ákveðnu leyti leið til að svona loka á heiminn svolítið. Að bara að einhvern veginn hækka í umhverfinu þannig að ég loki alveg á það sem í kring og það einhvern veginn hefur gefist ágætlega að svona mynda svona lotur í tíma. Þess vegna ég til dæmis mjög lítið hrifinn af Spotify og playlistunum sem ég þarf að finna því að mér finnst þær eyðileggja einhvern veginn mér finnst að vera svo sterkur hluti í tónlist að hún bundin í ákveðin tíma og það rauninni fara út gluggann að vinna með einhverja endalausa playlista. Þannig að ég með plötur og annað. Oft virkar það ágætlega bara eitthvað svona Pavlov viðbröð. Ég kannski sett sömu plötuna á í rauninni hvert sem ég sest niður og svo skrifa ég á meðan hún rennur í gegn dag eftir dag. Já, ég sem kannast það. Já, mér þetta svona pínu, ég þarf að tónlist á því að skrifa þetta, ég með einhvern veginn eins og 1,5 rás í heilanum og ég þarf að fylla þessa hálfu, sko. Ef annars bara svona skröningar hálfgerð, sko. Það svona, aðfylgisbresturinn, sko. Ég fylli hana tónlist. Ég held að ég tengi við það, já, ég skil hvað meinar. En ertu kannski með eitthvað svona kveikjur sem svona klassísk dæmi í ritlistinni einmitt að þegar fólk alveg blankt sko, það getur til dæmis verið bara, þú veist, eitt lag eða þú veist, skrifa haiku eða eitthvað, sko. Beitir einhverju fyrir Til að koma mér á stað, meinarðu? Já, eða þú ert fastur, já, einmitt. Ég reyni bara að festast ekki og ég reyni að gera það með því að skilja alltaf eftir smá fyrir daginn eftir. Já. Þannig að með ólíkt fólki sem vinnur í svona stórum og miklum törnum sko og tæmir sig kannski alveg, þá reyni ég yfirleitt að skilja smá eftir. Þannig að oft skilja ég halva setningu eða eitthvað eftir fyrir morgundagina því að það er rosalega erfitt að koma að skjalinu og vita ekkert hvað að gerast næst. Þannig að ég reyni yfirleitt að svona taka mig pásu, segja það gott, stíga frá skjalinu þegar ég er svona búin að, þú veist, vinna með eitthvað aðeins áfram og ég veit svona nokkuð, ég veit ekki kannski hvað að fara að gerast í bókinni eða hvað að fara að gerast í kaflanum, en ég veit allavega svona rétt svo hvað gerist næst. Og ég reyni og það er í rauninni hluti að því sem ég var að tala um að halda bókinni svona vakandi, halda bókinni vakandi einhvern veginn í haustum á mér bara meðan ég er að gera aðra hluti það að ég í rauninni skrifa ekkert rosalega mikið niður, ég plana ekkert rosalega mikið, skilur plottið á pappír og það bara svona neyðir mig til þess að muna það í rauninni og það neyðir mig í rauninni til þess að vera alltaf svolítið meðvitaður hvað er að fara að gerast næst, hvað að gerast í bókinni og stundum og þá í rauninni og minnið er svo skemmtilega brigðust og oft, þú veist, breytast hlutirnir svona ósjálfrátt þá. Ég hef settist niður og skrifað kannski út einhverja svona útlínur
hvað á að gerast kannski í þessum köflum eða eitthvað líka og sérstaklega einmitt ef maður að reyna að kríu út ritlun eða eitthvað líka, getur það verið ágætið svona til að sína fram á hvað maður ætlar að gera. En svo reyni ég ofta að skoða það ekkert meira, vera ekkert að kíkja á það blað meðan ég að vinna, heldur bara að halda í vakandi og það getur ofta verið mjög fróðulegt löngu seinna í ferlinu eða þegar bókin komin út að fara aftur tilbaka og kíkja á það blað og sjá hvað maður ætlaði sér að gera hlutina allt öðruvísi þegar maður laði á stað heldur en þeir síðan urðu. En já, en kannski allir hinir hlutir sem þetta gera. Hvað ertu að gera ásamt því að skrifa? Þú eitthvað búin að vera að skrifa bækur annars í Greipan og svona, sko? Já, ég náttúrulega algjör, ég svona versta sort af blaðamanni, ég svona hack blaðamaður, sko. Ég var með rosalega huggulegt gigg meðan ég var í, bjó úti í Bandaríkjunum, þar sem ég var meðal annars að skrifa, sko, bókadóma fyrir flugblað Iceland Air og var líka að gera það sama fyrir Grapevine. Það hefur verið svona eitthvað en það borgar, eins og þú þekkir örugglega sjálfur, það borgar rosalega lítið, það mjög erfitt að halda sér á floti með því að á menningar umfjöllun einni saman og það getur líka verið bara flókið, þú veist, ég svona, af því að ég að vinna í þessum geð, bara svona skrítið, ekkert fyrir alla en alltaf fyrir mig, finnst mér svona skrítið að vera báða megin við borðið, að vera að skrifa skáldskap og að gagnrýna skáldskap samhöfundar mína og það kannski sérstaklega bara því við erum svo fá hérna heima, sko. En þess vegna hef ég verið mikið að þýða, sem alltaf mjög klassist fyrir rithöfunda, og að vinna fyrir þýðingastofur og svona frílans, sko. Og svo hef ég undanfarið ár verið að vinna hjá Árnastofnun við orðabókagerð og annað slíkt, sko, á svona samningum. Og þetta voðalega fyndið, þegar þú ert að leita þér að vinnu sem rithöfundur, þá þarftu einhvern veginn, þú ert að finna eitthvað, þetta eiginlega alveg hræðileg, þetta náttúrulega kemur inn á ritlunin og það rosalega erfitt að rauninni leggja inn atvinnuumsóknir sem höfundur, það sem þú segir já, mér vantar vinnu, ég örugglega ágætis starfsmaður en ég ekki samt endilega til í að leggja mig allan fram af því ég þarf að spara alveg slatt af orkunum minni til þess að skrifa. Það vinnustæði sem að leita að þannig starfsfólki, það er oft ætlast til þess að þú sért töluvert meiri commitment heldur en það. En fyrir mér hefur það virkað mjög vel hlutir eins og þýðingar og eins og orðabókavinna og annað, að í rauninni finna störf sem eru gefandi en einhvern veginn vinna frá hinum hluta heilans. Þannig að til dæmis maður heyrir oft fólk tala það að furða sig á því að Yrsa sé ennþá að vinna sem verkfræðingur eða ragna sig í bankanum. Mér finnst það meika alveg fullkomið sens af því að þetta svona hitt heilakvelið við skapandi heilakvelið. Þú ert að leysa vandamál og vinna með eitthvað svona fast og stöðugt, sko. Og það ekki að tæma þennan brunn sem þú þarft þegar þú ert bara einn með skjalinu að ræði á myrkrinu, sko. Ég er erfitt með það. Að vinna sem verkfræðingur. Mér finnst ég að heyrt á... Já. Þetta er svona mýtológía, sko, Þetta er svo fín mýta, ég er alveg til í haldinu á lofti. Já, bara einmitt, ég var einmitt að sköpunarsögur sem var að minnast það aðan að ég veit við Sjón, það minnast hann eitthvað aðað sko, Magnús Mills, að hann var ansið strætóbílstjóri og fór svo að skrifa og það er alltaf einhvern veginn bara svona höfundar, hans höfundarsagar, bara var ansið strætóbílstjóri og þú veist, fór svo að skrifa. Og þú veist, ég meina, kannski var hann mjög stuð sem strætóbílstjóri, þú veist, og er löngu hættur í það, þetta er einhvern veginn, hann er samt ennþá strætóbílstjórinn. Já, ég vann sem dyravörður á kaffibarnum og í menntaskólaverkfallinu 99 og vann ég á dekkjaverkstæði í eitt jólafrí, sko, og ég hef ekki hægt að tala hvorugt, þótt að hvort hafi verið neinn alvöru vinna eða meiri en 1-2 mánuðir eða eitthvað líka, sko. Þannig að við búum okkur til bara mytológíu úr því sem við eigum, sko. Já, þannig að bara nýbóka fyrir dyravörðin Björn Halldórsson, bara þetta verður bara fast í jólabókaklóni. Eitthvað svona. En já, þú myndist á að þú sækist í hversdagslega umfjöllunarefni, en hvaða samt koma hugmyndirnar? Hvaðan tínur það
það týnur það til? Sko, þetta nú yfirleitt svo langt ferli hjá mér að ég á rosalega erfitt með að finna staðinn það sem það svona birtast fyrst í rauninni. Ég talaði einu sinni við ljóðskáld, ég dáist mjög mikið að ljóðskáldum af því að ég hef ekki ennþá, ég á mjög margt ólært á þeim vettvangi, sko. En ég talaði einu sinni við ljóðskáld og hann talaði það að fyrir honum var það að yrkja ljóð og væri svona svolítið eins og að planta fræi út í skógi. Að þú værir ekki stanslaust að þú veist, vökva það og fylgjast með því en þú bara svona færir alltaf reglulega og kíktir á það og sérðu hvernig plöntunni gengur. Og það, ég tengdi svolítið við það að því að mér það, skilur, að þegar ég dett niður á eitthvað eða það eitthvað sem svona vekur áhuga minn og það ekkert endilega saga oft, yfirleitt það frekar einhver tilfinning eða eitthvað svona eitthvað í fari mínu eða í fari heimsins sem svona vekur spurningar hjá mér eða mér finnst óþægilegt. Þá kannski sest ég niður og þú veist, hripa niður eina síðu eða nokkra setningar eða eitthvað. En síðan, þú veist, ég alltaf að vinna í einhverju öðru, sem að hvort það launuð vinna eða einhver bók eða eitthvað verkefni. Þannig ég hef ekki tíma til þess að í rauninni henda allir frá mér og byrja einhverju nýju. En það sem ég passa alltaf að í rauninni vera með góða skjalavörslu. Þannig að allt þetta sem svona kveikir á manni eða eitthvað sem fyrir í gangi, reyna að setja það á vísan stað. Svo að þegar ég hafi loksins tíman til þess, þá get ég tíma til þess að byrja einhverju nýju og þurfa að fara að plana næstu skref, þá ég yfirleitt með svona slatta af efni til þess að velja úr í rauninni. Og svo það bara hluti af ferlinu að í rauninni ákveða hvað þú ætlar að taka sensin á í rauninni, hvað þú ætlar að setja alla orkuna þín í, því þú getur ekki verið að skrifa allt á sama tíma, sko. Þannig að þú þarft einhvern veginn alltaf að ýta öllu frá þér og velja þér eitthvað eitt og setja í rauninni allan peningin í það. Og þannig að þetta ofta, þú veist, ég skrifa aldrei neitt nýtt, þetta alltaf eitthvað sem búið að liggja og gerjast hún í skúffu árum saman, skilur, og á sér einhverja rætur langt aftur í tíman og kannski kemur einhvern að því að ég verð, þú veist, búinn að tæma það og þarf að fara að horfa fram á við en hingað til hef ég alltaf átt eitthvað til þegar kemur að því að fara í næsta verkefni. Ég einmitt greinilega alveg við þetta ljóðskáld. Ég bara, þú veist, ef ég ljóð, þá það bara dálítið langa oftast að það bara skyndilega finn ég að það eitthvað í jörðin og byrja að grafa, sko. Og bara klára ljóðið og þú veist, sjaldan að það sé einhver mikil eftirvinnsla. Jú, alltaf smá svona, eitthvað svona smá að nika til og allt það, sko, en oftast koma þau svona þegar þau koma, sko, sem ódreiflegt að þegar þau koma, þá þau svona bara nokkurn veginn eins og þau verða, sko. Mér finnst þetta svo formilegt, ég alveg ég hef svona aðeins fengið við ljóð að gera en það ekkert sem ég að sýna fólki, sko, þegar ég bara mér finnst maður eitthvað svo svakalega nakin í þessu formi, sko, þetta svo fá orð, þú getur hvergi falið annað en í skáldskap. En ég man kannski eiginlega stóra undælingin var ljóð sem að, sko, þegar talaður að mikilvægt þess að hlusta ekki á hann. Að hlusta á að taka ekki mark á ráðum stundum, sko. Stundum, en flestar á þeir eru góð en það eru alltaf annars slagið þarftu að... Akkurat, sko, síðasta ljóðabók var alltaf þannig að ég var með fína yfirlesara og var bara sammála nánast öllu sem þeir sögðu. Nema það var eitt ljóð sem að þeir vildu út og ég bara þetta verður að vera í bókinni. En það var til þess að ég fór að vinna svo mikið í því. Og það var pínur sem þetta var ljóð sem ég þetta að berjast fyrir. Og minnst að einn yfirlesinni var bara, þú veist, þetta var orðið upp á sljóða þessi bókinni, sko, eftir á. En ég fann bara þetta ljóð þurft að vera en ég var sammálaðin að það voru ákveðin veikleikar í því. Einmitt. En þetta var samt einhvern veginn krúsa ljóð sem þurfti að vera þarna, sko. Já, ég tengi þetta, það oft, maður tekur oft svona ákvarðanir varðandi eitthvað sem svona dreif mann á stað. Akkurat. Í rauninni, ég hugsa alltaf Orwell þegar hann talaði það að hann væri meðvitaður það að í rauninni pólitíkin gerði að einhverju leyti bækurnar hans að verri skáldsögum en það var engin leið að geti fjarlægt það því að það var það sem dreif hann alltaf á staði að skrifa. Og kannski talað það,
þurfa bækur kannski bara stundum smá skít, smá galla? Ég meina, ekkert fullkomið í rauninni, nema það sé búið, þú veist, þannig að ég rosalega mikill, sko, pússari, ég sitt yfir, eiginlega lagfæringar hjá mér, hingað til alltaf að snúast alltaf að taka hluti í burtu, sjaldnast að bæta einhverju við, þannig að ég reyna að búa til mjög svona kaotísk, sko, fyrstu handrit sem eru bara með öllu í, þannig að ég hafi nóg rými til þess að síðan skera burt eins mikið við mögulega get og enda síðan með eitthvað. Það alltaf eitthvað, skilur, en ég held að, þú veist, hver einasta útgefin bók fullkomin í rauninni. Það ef hún komin út, hún komin á pappír og þú búin að láta hana frá þér, þá hún fullkomin. Og ég í rauninni, og ég reyni að dæma bækur, þegar ég les bækur, þá reyni ég að dæma þær út frá því, ég reyni að dæma þær út frá sinni eigin mælistiku í rauninni og hvort að, þú veist, höfundurinnum sé að takast að gera það sem hann ætlaði sér að gera eða hafi staðið undir þeim loforðum sem hann fór á stað með til að skrifa bókina. Frekar en að setja hann í eitthvað svona stærra samhengjum að, þú veist, þessi bók sé betur en þessi bók eða hvað má þetta. En talandi útgáfuna, hvernig hefur það ferli verið svona hjá þér? Bara frá því að þú bankar upp á með handrit og hérna. Þetta náttúrulega, ég búin að gefa 2 bækur núna, fyrir utan síðan, þú veist, smásögur og svona smárit og hitt og þetta í gegnum tíðina. Og það var mjög ólíkt ferli. Fyrsta bókin mín, Smáglæpir, kom út hjá bókaútgáfunni Sæmundi á Selfossi, sem hann Bjarni Harðar og félagar og rekur hérna bókakaffið á Selfossi einmitt. Það var æðislegt að vera hjá þeim. Það var náttúrulega töluvert öðruvísi. Ég þurfti meira að gæta sjálfur að ritstjórn og bara fékk gott fólk til þess og bjó vel að því í gegnum mitt nám, sko, að ég reyni yfirleitt og ég hef haldið því ferli alveg, ég reyni að vera með svona 5 yfirlesara yfirleitt og ég reyni að láta að hafa handritið á svipuðum tíma, þú veist, þannig ég sé ekki að grugga í því meðan þau eru að lesa það yfir og þá þannig get ég í rauninni sest niður með allan yfirlesturinn í einu og svona borið hann saman og farið í gegnum hann og fengið svona meir en eitt álit á ýmsar tillögur og valið og hafnað og allt það, sko, og ég gerði það fyrir Smáglæpi. Og það var skemmtilegt á margan hátt, sko, ég held ég hafi haft rosalega gott af því og ég held að höfundar hafi rosalega gott af því að fara, að minnst þú veist, einu sinni og sérstaklega að byrja á því að fara í gegnum, þótt að Sæmundur sé náttúrulega ekki, sko, sjálfútgáfa, en þeir eru rosalega svona DIY, sko, getum við sagt. Þeir eru mikið í því að þú bara, og Bjarni var rosalega almennilegur með það, hann sagði mér það bara svona, já, þú veist, þú þarft að vera svolítið öflugur sjálfur að fylgja á eftir bókinni og að hérna, selja eintök sjálfur og allt það, og það gekk í rauninni bara rosalega vel, sko. Hann sagði við mig hérna, sko, fyrsta bók höfunda, hún yfirleitt rennur bara í gegnum hendurnar á þeirra, því að allir frændurinnir og frænkur vilja fá eintak, en bók númer 2 hins vegar, hún getur verið svolítið þyngri og það var alveg rétt hjá honum í rauninni, sko, að ég handseldi rosalega mikið af Smáglæpum og bara bjó mér til ágætis ritlaun þannig og þeir voru rosalega líglað með að hérna þeir gáðu mér bara góða díla á heildsöluverði og þetta svona kom allt svolítið vel út, sko. Og á þann hátt náttúrulega minni umfjöllun og ég hérna fór og keypti mér, þú veist, bláan jakka í Macy's á Long Island, þar sem við byggum þá og fekk mér snirtilega klippingu og skeggsnirtingu og svona rithöfundarleg gleru og fór og þóttist vera sú típa meðan ég var með þá bók. Það gekk ágætlega. Fór í svona hérna klassíska jakki með einhverjum leðurbótum. Ég eiginlega hættur að þykjast vera sú típa núna, mér finnst maður ekki þurfa það lengur á bók númer 2. En svo bók númer 2, hún komst inn hjá Forlaginu og ég svo sem held að aftur hafi ég svona búið ágætlega að öllu mínu ritlistanámi og svona ferlinu við það, því að þau sögðu þegar ég kom með handritið að henni að þetta væri svona óvenju tilbúið handrit sem ég þótti vænt að heyra, því ég var búin að vinna það mjög mikið og mjög lengi í rauninni. Það var rosalega gaman, það var rosalega öðruvísi
að í rauninni vinna með þeim það sem þú ert með alveg bara svona teymi í kringunni, þú ert með ritstjóra og þú veist yfirlesara og þú ert með markaðsteymi sem sér svona að plugga þér og ýta við fólki og ert að vinna miklu meira með hönnuðinum til dæmis við að búa til bókakápuna og allt það. Ég var þetta mjög ánægður með bókakápuna mína fyrir smáklæpi, það gekk, hún var ég mæli með því að fyrir alla óútgefna höfunda að ef þið fáið þegar það send fyrsta kápumyndin sko, að ekki svara strax, sofið eina nótt og orðið e-mailið svolítið vel og það besta leiðin til að fá síðan kápu sem verið sagt með heldur en að bregðast bara við með að slá allt út á borðinu sko. Og vera svona með meira tíma. En á sama skapi þá svona saknaði ég aðeins þessa svona sjálfsútgáfu braggsins eilítið. Með það að þú veist, núna var ég ekki bara að grípa heimtök hér og þar og snatta bæinn með þau og selja þau og eitthvað svoleiðis sko. Heldur þurfti ég alltaf að fara niður í forlag og kvitta undir reikning og fekk miklu minni afslátt í rauninni ef að vera alveg hreinskilinn heldur en ég hafði fengið á Sæmundi, þannig að ritlaunin voru af skornari skammti allavega svona framan af, svo sjáum við náttúrulega til. En ég hef ekkert fram að setja að annað ferli sé betra en hitt sko, en ég held að eins og ég segi, maður hafi mjög gott af því sem höfundur að í rauninni mótast hægt í rauninni og þurfa svolítið að vinna fyrir fyrstu bókinu og þurfa að vinna sjálfur fyrir henni og standa sjálfur undir henni. Ég held að það sé eitthvað sem gerir manni bara gott, það sem eftir er. Og kannski flestir rithöfundar svo sem þurfti að byrja kannski hjá hvort sem það er hrein sjálfútgáfa eða einhverju svona frekar litlu batteríi sko. Já, það er bara ferlið. Já, og bara svona og koma kannski tilbúinir til forlagsins líka bara, þú veist tilbúinir til að plugga sjálfir og allt það sko, eins og það. Þetta er náttúrulega breytast og rosalega mikið undanfarið og rosalega skemmtilegan máta því að það voru náttúrulega, þú veist, það voru bara svo fá tækifæri fyrir nýja höfunda. Þú veist, við vorum ekki með hennar ritlistdeild, við vorum bara með nýræktarstyrkin og hann er nú ekki búin að vera til það lengi. Sko, en skipti alveg sköpum fyrir mig sem höfund og ég fer alltaf þegar að nýræktarstyrkurinn er tilkynntur þá reyni ég alltaf að mæta á athöfnina því að það er bara svo rosalega spennandi því að þú sérð bara þegar þú ferð þar, þú veist, hver er eftir að verða svona höfundarnir sem fólk er að tala eftir nokkur ár í rauninni og okkur vantar alveg, finnst mér oft sko, það er stöðust að bætast í þeim, okkur vantar alveg fleiri tækifæri fyrir nýja höfunda og svona styðja undir það, mér til að galið að rithöfundarsambandið einskorðið sig við því að þú eru búin að gefa út 2 bækur áður en þú getur fengið aðild að því að ég meina ef það er einhvern tímann sem að höfundar ættu að þurfa virkilega að hjálpa halda þá er það við það að drífa úr bók 1 yfir í bók 2 sko. En talað rithöfundarsambandið hvernig er að vera þar inni? Ég er svo sem bara frekar nýkomin þar inn, það er ágætt svo sem, fyrir utan hennan 20.000 kall á ári og ég bara er að læra að nýta mér þá þjónustu sem er þar í boði, ég get verið óttalegur einyrki oft sko, er ekkert mikið að biðja hjálp sko, fyrir utan að það kemur að skrifa kannski, en það er náttúrulega nummer 1, 2 og 3 held ég að sem að eftir því sem mér sýnist sem þú farið út úr rithöfundarsambandinu, það er að komast á blessaðan póstlistan. Og því að þar færðu tilkynningar bara tækifæri sem er náttúrulega bara byrjunarstaðurinn sem þú veist ekkert hvað þú átt að finna þegar þú ert nýr höfundur, þú veist ekkert residensjur eða útgáfu tækifæri eða möguleikana sem standa þér til boð og eru kannski alveg opnir þér. Þannig að það var svona aðalega þá, ég er yðin við það áfram senda tölvupósta frá rithöfundarsambandinu á höfunda sem ég þekki sem eru ekki komnir inn í rauninni. Þegar mér finnst að tækifæri og útgáfu möguleikar eitthvað sem maður á að halda að fólki sem er að byrja en ekki að svona halda út af fyrir sig. En svona bara lokum, fyrst við erum búin að tala nógu þig og þú hefur verið alltaf að tala bara á Facebook og Twitter skáldkonu, Strát heitir hún ekki? Jú. Og ég ætla að búin að heyra betur í þig með hana, hvað er það sem er að heilla? Með Elisabeth Strát, ég er alltaf rosalega heillaður af höfundum sem einhvern veginn
svona komast upp með einhverja hluti sem ég veit að ég myndi aldrei nokkuð tíma komast upp með í mínum texta og það þá sérstaklega oft svona ákveðin svona blátt áfram hluti, ég get verið svo mikið að í rauninni fela og ekki að láta einhvern veginn tilfinningar og hugsanir karakterarna svona liggja í einhverjum handarhreyfingum og milli síðna og milli lína sko. Og hún gerir bæði hún og Ali Smith sem ég rosalega hrifin af og ég alveg gáttaður alltaf þegar ég les bækurnar hennar Ali Smith sko, hvernig hún í rauninni kemst upp með að vera jafn svona, þú veist, blátt áfram og hún getur oft verið sko, sérstaklega þegar verið að bara persónurnar að tala upplifanir þeirra og innra líf, það einhvern veginn og ég veit alveg að ef ég reyndi að gera þetta í mínum skáldskap það myndi bara vera kjánalegt, það myndi bara aldrei virka, þannig að ég alltaf heillaður því, ég heillaður af svona höfundum sem að ég heillaður af höfundum sem þú getur ekki apað eftir að því þú myndi bara hljóma kjánalegur í rauninni, svona höfundum sem ekki hægt að stela frá því þeir eru bara að gera eitthvað alveg spes og með Elizabeth Strout þá það eitthvað við erum búin að vera í bæði hún og Elena Ferrante og fleiri, það eitthvað við höfundarödd eða svona frásagnarröddina í þessum bókum að hún svona horfir tilbaka í fortíðina einhvern veginn á einhvern svona máta þar sem hún ofta að tala rosalega sársauka fulla hluti, minnst það báðar gera þetta Ferrante og Strout að horfa tilbaka á rosalega sársauka fulla hluti á ævi persónuna en úr þessari fjarlægð að hafa unnið sig í gegnum þá og meðal annars með skrifum og ég held að það sé eitthvað sem ég tengi mjög mikið við og kannski ekki að furða eftir síðustu bókina minna eftir Stól sem var náttúrulega miklu leyti ég að vinna úr því sko, tilfinningaferðalagi að kveðja föður minn í rauninu og reyna að gera það og ég man, það var einhverju sem fannst einhverju undarlegt við Stól að hún var í nútíð og hún var í ávarp og ég velti stundum fyrir mér hvort af því að hún er ávarp til föðursins, til Harðar sem er faðir Badda aðalpersónunnar sem getur dáðstað í hvernig mér algjörlega að takast að snúa sig upp í að tala mína eigin bók en hún er ávarp til hans í rauninni í fyrstu persónu í nútíð þannig að hún er einhvern veginn svona innan í sögunni en hún er samt það er samt þessi svona fjarlægð og það var það sem ég svona helsta stillingaratriði sem ég vann með að reyna að nota nútíðina og samt draga inn þessa svona fjarlægð innan í röddina með það að þú veist, sársaukin í bókinni er eitthvað sem aðalsögu persóna er búin að í rauninni fara í gegnum og vinna úr upp að ákveðnu marki það er eitthvað sem ég heillast alveg við, það er svona sjálfskoðun í því sem ég finnst rosalega forvitnileg og bara það er kannski er það, já þetta er náttúrulega allt konur sem ég er að nefna og kannski er það einmitt að það sem er spes við þessar bækur er að það er eða frásagnarröddin, ég er auðvitað komin út á hálfan ís núna með þetta, frásagnarröddin er einhvern veginn virðist vera búin að vera að eiga í miklu meira og dýpra og hafa farið í svona dýpri skoðun á eigin sársauka sem er náttúrulega eitthvað sem við kallaðum erum alarændir fyrir að forðast þess að heitan eldin bara kýla í veggi í staðinn þannig að mér finnst það mjög fallegt en líka mjög svona gefandi ferli að upplifa sársauka úr fjarlægð Er það kannski með svona varðið persónulega, það sé þetta kannski spurningum að það sé rauninni kannski bara tilfinningin sé þaðan, þó að sagan sé allt önnur stundum og þurfa að finna tilfinninguna einhvern veginn úr. Já, ég held að það sé örugglega eitthvað í því, það er þú veist, og hún getur komið hvaðan sem svo tilfinning, hún þarf ekki að vera eitthvað ákveð og maður er í rauninni að þú ættir eingöngu að vera bundin við eigin tilfinningar og eigin upplifanir í skrifum, það er alveg margir höfundar sem
geta unnið stórkostlega hluti út úr því, en mér finnst svo sem að þú geta svo sem skrifað hvað sem en þú bara að vanda til verka og hluti af því í rauninni að gæta að og ljá persónunum tilfinningar og vægi og umhyggju að einhverju leyti, sko. Herri, ég held að þetta sé bara príðri lokar, þannig að ég ætla bara að sleppa beint út í góða veðri ef það ekki gluggaveður, sjáum til þegar við komumst út. En bara takk að kella fyrir í dag og sjáum svo í Bíósmegli eftir viku. Góða stundir. Gaman að fá að vera með. Takk fyrir mig.